Þannig að nú erum við búin að sjá elementin sem við erum að vinna með. Þetta eru bara, náttúrulega það er meira þarna bakvið, ég fór ekki yfir nákvæmlega allt, en þetta er svona the gist of it. Þetta er ekkert mikið meira en þetta, en það er samt svona mikið af núansum, það er mikið af hlutum sem að, hvernig virkar þetta með þessu og svona, sem að staðallinn skilgreinir, en svona fyrir okkur í svona praktískri, daglegri vinnu með HTML, þá svona fellur HTML alltaf svona í bakgrunnin. En það er alltaf þarna og þetta er alltaf grunnurinn, þannig aftur, ekki disrespekta HTML. HTML er það sem að leyfir okkur öllum að geta verið með vef. Og þá svona kemur þetta, ok, við erum með HTML og svo forrita kóða bara í framhaldinu, hvort sem það er CSS eða Java eða Python eða whatever, að vanda sig er kostur. Þannig ef við bökkum aðeins aftur núna, í svona svipað við vorum að fellum í seinustu viku, söguna þessu öllu saman, þá erum við með þetta XML. Og XML stendur fyrir Extensible Markup Language, sem er staðlað af W3C og er lesanlegt bæði af manneskjum og vélum. Þannig að þetta var svona gagnastrúktúr sem hérna í kringum 2000 var bara eitthvað svona vá. Þetta er bara besti gagnastrúktúr sem einhverjum hefur dottið í hug. Hann lítur út, hann er byggður á SGML, er samt ekki SGML, en er bara svona eins og HTML. Ég bý til svona með angle brackets, þessum tögum, starttög og endtög, og ég bara bý til mitt eigið skema. Og hann átti að vera einfaldur og svona almennur. Og þarna var bara, ég bý til eitthvað skema, við því að HTML er með eitthvað ákveðið skema. Þetta hérna business gate sem inniheldur reikning fyrir rafræna reikninga. Svo til dæmis alltaf þegar við erum að senda rafræna reikninga núna sem að ríkið tekur bara á móti rafræna reikningu og svoleiðis. Það er XML staðall sem heitir UBL, að mig minnir. Og hann skilgreinir bara eitthvað, já, bara fyrir alls konar reikninga, alla reikninga í heiminum, þá er það staðlað í svona XML staðali. Og þá er það bara skema sem er búið til sem segir bara eitthvað, já, undir þessu hérna elementi má bara vera svona og það verður að forma svona og svona. Og svo get ég búið til forrit sem validata þetta og segja, hei, þessi reikningur er löglegur, eða nei, þessi reikningur er ekki löglegur. Og þannig getum við minnkað líkurnar að það séu mistök í samskiptum svona véla milli véla. Ég bý til einhvern reikning, senda hann áfram og segir, hei, wow, ég tek ekki við þessu reikning, hann er eitthvað bilaður. Þá þarf ég að laga hann. Það er ekki tekið við og svo bara kemur það í ljós seinna að það er eitthvað bilað. Þannig að þetta var, allir voru bara eitthvað XML besti í heimi. Og þá var það bara eitthvað svona, hei, ég bý bara til svona, ég get bara gert hvað sem ég vil, þetta er geggjað. Og svo er ég bara með fullt af stöðluðum tólum til þess að parsa þetta, til þess að búa til einhvern gagnastrúktúr í þessu í forritunarmáli sem ég get unnið með. Þannig að ég get fengið fyrirsögnina hérna í forritinu mínu og ég get gert eitthvað við hana. Ég get fengið hvert line item í reikningnum og ég get framkvæmt millifærslu eða staðfest á móti inventoryinu eða eitthvað. Og öll þessi tól voru bara til og fólk var bara eitthvað, hei, HTML, hvað með að við skilgreinum þig sem XML og búum til Extensible Hypertext Markup Language eða XHTML sem átti þá að vera ekki byggt á SGML, heldur XML og innifela, falla þá undir alla þessa strikt staðla og geta þá þar af leiðandi síðan nota öll þessi tól. Þannig að það allir eitt af stóra við það að skrifa vafra er það að búa til svona vél sem getur parsað HTML-ið og lesið upp úr því hver semantikinn er og hvert þetta er og í raun gert ráð fyrir öllum þessum villum og öllum þessari kaos, þessu fallegu kaos sem vefurinn hefur verið seinustu 30 ár og birt eitthvað sem make sense. En XML var bara eitthvað, nei, við viljum vera strikt, við erum vélar. Og þá átti þetta að vera, en svo kom í ljós að fólk verandi ekki vélar, það gekk þetta ekki vel af því að þú byrjar eitthvað, sérðu hérna, þú gleymdir að setja forholdsslash bjániðinn og vefurinn bara eitthvað birtist ekki, ó nei. En það er samt svona góðar hugmyndir í þessu, því að þetta er alveg svona, ég sem forritari og þið sem verðandi forritarar kunnið að meta svona, allt sé svolítið svona ferkantað og fallegt, passi og allt svona, þetta er allt saman eftir réttum reglum. Þá eru þessar reglur góðar og það er gott að hafa þær í huga og þá líka þegar við erum að skrifa HTML af því að þetta er rétt, maður sér það. Þetta er bandvitlaust og eiginlega dónalegt af því að þetta á náttúrulega að lokast áður en hitt lokast alveg svo þegar maður loka svigum og svona þannig að
passa upp á að það sem við skrifum er vel formað. Það er eina af þessum reglum. Þetta hérna, legit XML, þetta hérna ekki. Þannig að þetta er gott. Tög og attribute í lágstöfum, þannig að alltaf að nota lágstafi í þessu hérna upp á samræmi. Ekki að vera að blanda þessu upp og niður eitthvað. Heldur halda okkur við eina aðferð. Enda alltaf og loka alltaf. Þannig að enda hérna explicitly. Við erum að segja hérna, þetta endar þetta. Þetta er self-closing BR. Þetta er enda svona í seinni tíð, þá er ég alveg góður með að sleppa þessu. Þannig að ekki svona, sem er svona implicitly loka hér, og þegar kemur nýtt element, þá er þetta samkvæmt staðli, þetta er í lagi, þetta hérna mun túlka, segja, hei, þú varst með opið P-element, ég lokaði fyrir þig hérna, ekki málið. Hafa attributin alltaf innan gæsalappa og ekki stök, þannig að hafa gæsalappir hérna, og jafnvel svona, en í seinni tíð, ég er líka góður með að sleppa þessu. Ekki hafa þetta einhvern veginn svona, að til dæmis það mega vera fleiri en einn, en ef ég er ekki alltaf með gæsalappir, hvernig veit ég þá að í þessu tilfelli ætlaði ég að segja class A en ekki A selected og ég gerir mistök. Þannig að það verður til svona ambiguity í því sem við erum að skrifa og það er ekki gott, sérstaklega ekki þegar við erum að vinna í hóp. En allt þetta er ekki til staðar í HTML5 en er eitthvað sem við ættum að tileinka okkur bara til þess að hafa svona consistency í því sem við erum að gera. En þessi gallar voru í raun bara þetta, þú máttir ekki gera minnstu mistök, þá bara stoppaði vefurinn og síðan var fólk í raun alltaf bara að senda þetta alltaf sem HTML, þannig að það var búið að eyða miklum tíma í að vanda sig við að skrifa kórrétt XML en sendi það síðan sem HTML og vafurinn tók við og segi, hei, flott HTML og túlkaði það sem HTML, þannig að, þú veist, grættir ekkert á þessu. En þá er þetta hérna, þetta Postels law sem kemur úr TCP-staðlinum er mjög gott svona, bara almennt fyrir lífi líka. Be conservative in what you do, be liberal in what you accept from others. Kannski ekki að konservatismi eða eitthvað svona, en þú veist, við erum robust. Við pössum upp á, við erum opin fyrir að taka við alls konar, en við skilum alltaf einhverju vel struktúrað, hvort sem það er þegar við erum að skrifa kóða, við erum að taka við gögnum frá notanda, við reynum að vera með þeim í liði og reyna að finna út í hvað það spá, við reynum að komast að þessu. Það sem við sendum frá okkur er solid. Þetta er svona skátaprinsipúlu, skilja alltaf betur við staðina en þú komst að hann. Þannig að hérna erum við með gilt XHTML, þannig að þetta er í lagi. Þú sé hérna, við verðum að vera með þetta doctype hérna, við verðum að vera með XML headerinn hérna uppi, þannig að það sést ekkert svakalega vel hérna, svona hoppa hingað. Svo, nei, hérna erum við. Þannig að þetta hérna skilgreinir þetta sé XML-skjal og hérna sjáum við í raun það er encoding aftur til þess að skilgreina í hverju við erum að skrifa þetta, hvaða útgáfa á staðlinum. Doc-typeið verður mun flóknara, þannig að þetta er HTML. Þetta vísa síðan í þetta skema hérna, DTD, Document Type Definition, sem skilgreinir bara nákvæmlega hvernig HTML-ið á að vera. Þannig að þetta er allt í góðu. Síðan erum við með þetta ógilt og þá fáum við bara þetta í hausinn. Þetta er náttúrulega alveg frábær upplifun út af því að maður gleymir að loka hérna einu P. Þannig að þetta er svolítið svona eða svona svart-hvít leið til þess að horfa á heiminn. Annarkvort ertu í lagi eða ekki. Þannig að þess vegna notum við ekki XHTML í dag. En þið getum ennþá séð í raun á mörgum vefjum svona doctypes og jafnvel mjög sjálfgætt að sjá þetta reyndar sem vísar til þess bara að þessi vefur þá getið svona sem svona vef-archaeologistar þá getið sagt svona að þessi vefur er svona cirka 10 til 15, jafnvel 20 ára gamall. Þeir eru nokkuð margir þarna úti ennþá. En þannig að við fylgjum þessum kröfum yfirleitt, svona bara til þess að passa upp á að við séum með consistency í því sem við erum að skrifa. Síðan út af því sem þú sagði áðan að whitespace stafir í HTML eru allir bara teknir og þeim er bara kollapsað í eitt bil í birtingu, þá getum við í raun nota whitespace til þess að struktúra kóðun okkar. Fyrir utan eins og við sáum áðan þegar við nota pre-elementið.
þannig að þú veist, þetta er eitthvað svona fyrir mitt aesthetic á HTML, þá er þetta fínt, en þú veist, þetta er merkingafræðilega nákvæmlega það sama, en að lesa það og parsa það, þú veist, sem manneskja að horfa á þetta er það miklu erfiðara, eða þú veist, það er svona cognitive overload, það er ekki jafn, ég þarf svona píra augun og hugsa hvað er að gerast, en tölvunum er alveg sama, þú veist, þetta túlkar nákvæmlega eins af tölvunni, fyrir utan að það eru sem sagt bil hérna sem skilgreina, þú veist, þetta hérna verður skilgreint sem textalauf í HTML-inu, en það er tómt, þannig að þú veist, það birtist ekki, en annars verður þetta skilgreint nákvæmlega eins. En lesanleikinn fyrir okkur er munurinn, og þá er það í raun, þegar ég fara að skrifa forrit, þá er mjög gaman að skrifa forritin, en svona í praxis þá eyðum við miklu lengri tíma og meiri tíma í því að lesa forritin okkar en að actually skrifa þau. Þannig að við erum ekki bara að hjálpa öðrum, við erum líka að hjálpa okkur bara við það að eiga auðveldara með að lesa og sjá hvað er að gerast. Síðan er þetta líka þannig að sum elementin geta verið svolítið tricky, eins og title og textarea. Ef við lokum þeim ekki rétt, þá gleypa þau allt sem er í kringu þau, þannig að þau veit ekki að þú vildir setja HTML í title, ég veit það ekki, þú lokar ekki, þannig að ég gerir bara ráð fyrir því. Og ef við lokum ekki öllum elementum á réttum stað, þá getum við lent í svona nesting villum. Þannig að þá erum við með hérna eitthvað, lokum ekki title, þá er titillinn á síðan eitthvað bara loka head, body, hello heimur. Svo erum við með einhvern lista hérna, þar sem að ég vil í raun að þetta stak hefði átt að vera hér, þetta verið endriðum viðbútt, en út af því að ég vandaði mig ekki við að hérna, skilgreina hérna, og þá getur þetta bara verið, þú veist, ég er eitthvað ég copy-pastaði eitthvað, ég er eitthvað að flýta mér eitthvað svona, þú veist, að þetta verður eitthvað mess, og þá, þú veist, hérna ætti að loka þessu, og þú veist, það er erfitt að sjá það út af því að, þú veist, intentionið er ekki þannig að það hjálpi mér við að lesa að þetta sé svona, eða, já, þú veist, hvernig sem það er, og þá getum við sett upp svona, sjá, það virkar ekki. Nei, það virkar ekki. Já, út af því að bila. Þá getum við sett upp svona tól sem að gera þetta fyrir okkur, og þá getum við gert svona, og þá núna lagaðist bara í einu, þú veist, intentioni var bara lagað, og þetta er hérna extension sem heitir Prettier, og það extension er Prettifier kóðan hans, sem við höfum eftir að kynnast betur seinna inn á skeiðinu. Síðan erum við líka með hugtak sem að kemur að í raun bara svona, ekki bara fyrir HTML, heldur bara fyrir forritun yfir höfuð. Að þá erum við með svona hugtak sem heitir linting. Þá lint er svona kusk sem maður þarf að taka af sig, það er svona pirrandi og ekki gott. Ja, þú veist, skiptir samt ekki öllu máli. Þá svipar þetta til svona static analysis, þar sem við erum með forrit sem horfa á forritskóða og komast að einhverju, keyra hann ekki í umhverfinu, þetta er ekki keyrt sem Java kóði, keyrt sem JavaScript kóði, keyrt sem HTML, heldur skoðaðu kóðan og út frá einhverjum reglum og stöðlum benda okkur á hluti sem gætu verið að, og þá er það mögulegar villur við keyslur eða eitthvað sem gæti farið úrskeiðis við keyslu eða brota kóðastíl. Þannig að við getum sett upp þessi tól og við getum búið til eitthvað svona config sem segir hérna, í þessu verkefni vill ég að CSS sé skrifað svona. Ég vil að sé alltaf bil eftir þessu og alltaf svona eftir hitt, og svo get ég keyrt tólið og segir hérna, hei, þú ert að brjóta þessa reglu, og þá er þetta aftur kóðastílinn er bara eitthvað sem við getum saman sem fólk sem vinnur í teimi skilgreint hvernig við viljum kóðan okkar líti út, og þá getum við notað þessi tól bæði til þess að benda okkur á þetta og önnur tól eins og Prettier bara til þess að laga þetta, bara laga sjálfkrafa, það er ekki eins og spá í þessu. Og þá er þetta svona eins og þessi skemmtilegi svona stereotypíski brandarinn tabs versus spaces sem er náttúrulega alltaf í popkultúr, svona settur í það hvort notar þau actual space, þú veist, space, halló, space, halló, í staðan fyrir að nota þú veist tab sem að, þú veist, er hérna alltaf 3 tab, þá fæ ég 2 spaces. Þetta er bara spurning hvort ég að nota
spaces sem hérna, bil, eða tab sem að væri í raun einhver svona gaur hérna, ég get ekki sett það inn nema með einhverjum vandræðum. Hvort nota ég? Og þú veist, þetta er bara, þú veist, þetta skiptir engu máli. Þetta er bara, við erum bara að vera consistent. Sama með ef við erum að lesa texta á skjá, þó sérstaklega núna þegar ég er með eitthvað svona það sem ég er með takmarka pláss og sérstaklega ég er með eitthvað stærra að, þú veist, hvað er hámarkslengdin og það er þessar línur sem eru hérna í ritlinu mínum, ef þið hefðu spáðið því. Þá er þessi hérna lína er sett við 80. character space og þessi hérna er við 100. og þessi hérna er við 110. eða 20. Þannig að ég fái sens á það bara svona þegar ég er að skrifa hvað ég er með langa línur. Af því að þetta er aftur bara lesanleiki. Langa línur á kóða eru oft bara of flóknar, þá er betra að skipta þessu upp. Og svo ef við til dæmis að skoða þetta sem á GitHub, við erum að skoða svona hvað er búið að breytast og ef þú ert með rosalega langa línu sem er 200 stafa löng og þú breytir einhver inn í henni, þá verður rosalega erfitt að sjá, byrju, ok, hérna var A, nú var B eitthvað. Þannig að hafa meira pláss, meira andrými í kringum þetta getur hjálpað til. Og síðan eru þessar þjónustu til, hvort sem það er eitthvað sem við förum og keyrum, hérna eins og validatorinn hjá W3C eða einhver forrit sem við setjum upp og keyrum bara jafn óðum og við erum að skrifa kóða sem segja okkur til að það sé eitthvað í ólagi hjá okkur. Að þá getum við keyrt það, já, hérna er eitthvað svona eitthvað. Þá erum við með hérna eitthvað HTML hérna sem að birtist og er alltaf í lagi og þú veist vafrinn er hérna búinn að taka og þú veist, hérna sjáum við til dæmis dæmi það. Þetta er eitthvað kengbrotið, P inn í P, eitthvað lokast eitthvað skringilega eitthvað svona. En vafrinn tekur þetta samt og segir bara eitthvað, hey, P inn í P. Gæti verið að þú hafi meint að hafa tómt P og síðan venjulegt P. Hérna, ég lagaði þetta fyrir þig. Þannig að vafrinn reynir allt sem hægt er til þess að láta þetta birtast rétt. En það getur oft orðið þannig að við fáum eitthvað út sem er ekki sem vafrinn birtir en er ekki rétt og við erum í raun að ströggla við það að láta eitthvað virka en í grunninn er bara HTML-ið okkar, það er ekki í lagi. Þannig að það sem við erum að reyna, það mun ekki virka þegar við þurfum að laga það sem er undirliggjandi. Þá getum við farið hérna smellt þessu inn hérna í validatorinn, keyrt þetta og þá kemur validatorinn tilbaka og segir, heyrðu, hopp og sí, þú ættir nú eiginlega að setja langa attribúti, það er mikilvægt. Ég sá ekki doctemp, ég gæti lent í vandræðum. Og svo bara 9 villur fyrir allar þessar 5 villur sem við erum með hérna, nei 5 línur sem við erum með hérna. Þannig að þarna erum við að nota tólin bara til að hjálpa okkur að staðfesta það sem við erum að gera sé rétt og við séum ekki að gera eitthvað sem er svona ekki kannski æskilegt. Svo þegar þeir eru búin að læra HTML og við góðum í þessu, þá er þetta eitthvað tól sem þeir noti örsjaldan. En samt sem að gott að vita því, gott að hafa það í tólakistunni, geta gripið til þess ef við lendum í einhverjum stórum HTML-skrám sem eru eitthvað til vandræða, hvað ef við valdum það fyrst? Er það bara brotið eða liggur vandamálið þar eða einhvers annars staðar? Herri, við skulum taka pásu í 8 mínútur til 16:40.